Komið sæl og verið velkomin í Þristinn, kæru hlustendur. Ég heiti Hinrik Hrafn og með mér er Erik Nói Gunnarsson. Erik, hvernig hvað mánuður er búinn að vera? Hann er búinn að vera uppslur, bara eins og vanlega og bara búið að mikið að gera. Og við erum í mynd. Já. Það er stórmerkilegt. Rökkvi, hvernig er mánuður þér búinn að vera? Búinn að vera, það er búinn að taka mjög mikið á, sko. Hvað ertu búinn að vera að gera? Þú tímabilið þetta byrjaði ekki? Byrjaði í maí og þú er smá leikjapása og fram að 7. ágúst að minnir. En þessu milli erum bara búin að vinna á fullu á Hrafnistu og svo hefur maður já, búin að vera að skemmta sem við vinum og svona. Maður er búin að fara á hóteleftirna og núna erum við staddir út í Amsterdam. Já. Big news. Risastór þáttur. Og við erum þetta með risastóran gest. Þriðji besti umboðsmaður landsins. Þriðji besti umboðsmaðurinn landsins. Ég veit það ekki. Tómas Hugi Ásgeirsson. Vá. Þvílíkur heiður er að fá hann frábær umboðsmann. Við erum búin að bíða lengi að fá hann í viðtal og nú ákveðum við að þetta sé fullkomið tækifæri að þegar við erum staddir í Amsterdam eins og kom áður fram. Heyrðu, ég vil samt bæta einu inn. Hvað? Þetta rímaði, Amsterdam, Óreindur sko. Óreindur. En við vildum koma inn á eitt að við fórum í óvænt sumarfrí sem var bara nauðsynlegt. Já. Fannst mér staða bara við þurftum að fá smá pásu. En núna ætlum við bara að byrja að prófa aðeins öðruvísi hluti eins og til dæmis að vera í mynd. Æ. Akkur er að segja ægileg. Þetta var svo astnalegt sko. Eins og blöðkastið. Ég er svo mikill fan sko. Ég er svo mikill blöðfan. Hverjum er ekki sama sko. Hverjum tegið. Svo astnalegur. Og við erum bara peppaðir í að taka næsta tímabil og við erum búin að fylgjast vel með þessu sumar, öllum þessum landsliðum. Þannig ég bara gæti ekki verið spenntari fyrir næsta tímabili, sko. Já, ég hefði hugsað að séum smá ryðgæðir, sko. Ég fann það meira að segja í intróni, smá ryðgæðir. En við erum bara, ætlum að gera eitthvað gott í sumar. Ég hafði bara gaman að þessu. 100%. Ég er búin að undirbúa ákveðin trailer fyrir umboðsmanninn okkar. Wow. Og svo ætlum við að fara í lið sem snýst að kynnast Tómasi Ásgeirssoni. Því líka ekki gæinn sem hann er. Já, mikið framöndan í þessu þætti. Við ætlum að tala við ætlum að taka það, þennan lið og svo ætlum við bara að tala það sem búið að vera að gerast í sumar. Það er mikið búið að gera sem við tókum síðast upp. Og nú fáið þið bara að heyra trailerinn. Kynlífsfíkill með 2,7 í forgjöf. Grimmasti fuckboy Hafnarfjarðar. Viltu ekki koma að ná í okkur? Með analfettis. May I have your attention, please? May I have your attention, please? Will the real Slim Shady please stand up? I repeat, will the real Slim Shady please stand up? We're gonna have a problem here. 你们是把拍摄者。Attack the stuff. 不是啊。Impresa, ¿sabes?
Why should I? Go to hell. Dömur mínir og herrar, við kynnum með stolti Tómas Huga Ásgeirsson. Sir, if I have to suck somebody's dick, I will. It's just, I prefer not to. Þetta vídeo er aðgengilegt á TikTok undir aðgangssafninu. Nei, ég segi svona, ég ætla ekki að segja neitt. Nei, ég bjóð hana trailer til. Er ánægð með það? Já. Sést ekki í mig. Við erum bara alltaf eitthvað nýtt að gerast í þessu þætti. Þetta er bara besti trailer sem ég er. Já, við erum að auka production value-ið. Já. Það er komað nýtt stafinn. Það er komið í mynd. Það er komið trailerar. Talandi um það, við verðum kannski að nefna sponsoruna. Já, við erum að nefna sponsoruna. Þristurinn er í glaðlegu og frábæri samstarfi við Körfuna. Karvan setur inn alla þættur okkar inn á Spotify og er nú byrjað að setja inn á YouTube. Já, ég held það. Já. Og með því fylgja 3 samstarfsaðilar. Það er Lykill, Subway og Kristall. Mikið rétt. 3 glæsileg fyrirtæki. Og Tómas vil tala, hegi, Inbody. Já. Þið kóðin þristurinn. Þið er 15% staðast á öllum vörum. Grátt svæði, en já. Umbóðsmaðurinn að gera vinnunum sína, okkur líst vel á þetta. Já, stoltur maður, hérna. Það er mikið sem kemur fram í þessum trailer. Kannski eitthvað sem að hlustendur skilja, kannski ekki alveg 100%. Ef kannski útskriða eitthvað af þessu. Já, endilega. Já, Tómas byrjaði að mjálma. Já, hann hefur verið mikið mjálma upp á síðkasti. Síðan, hann var alinn upp svona, ungum aldri. Að finna innri dýrið sitt. Þetta er, hann sem sagt er frá Blönduósi. Já, ættaði það hann? Já, hann er. Þetta er svona þar sko. Já, þú vissir ekki. Að mikil kattarmenning. Já. Margot Fóndar. Það er þetta hún. Það er hún á þessíslu. Það er Ísbjörn. Sem er. Jæja, ef að byrja kannski á liðin. Nei, við erum ennþá að tala um trailerinn. Já, trailerinn. Mér finnst gaman að benda á að lagið sem að kom fram í byrjunana. Þetta er lag með hana 50 Cent. Þú veist hvað það er, Tómas? Já. Lagið heitir 21 Questions, 21 spurningar. Já, svo kom klippaðn í endan. Ef þú myndir giska, hvaða mynd myndir halda að vera úr? Pineapple Express. Nei, hún með Seth Rogen. Já, þessum hérna Pineapple Express. Þetta var Jonah Hill í 22 Jump Street eða 21 Jump Street? 21 Jump Street. Og var Jonah Hill? Já, í 21 Jump Street. Hvernig líst þér á það? Hvað finnst þér á það? Hver er staðan þín á því? Það er einhver tenging að það, eða ekki? Ég er ekki til dæmis. Ég veit ekki alveg. Nei, það geti komið fram í quizinu. Kannski. Nei. Já, þetta er bara skemmt að tala, sko. Já. Bara mjög gott að tala. Þetta er okkur upp á stala mín núna, sko. Já, þetta er... Allan á top 3. Það getur verið, það kemur kannski fram. Ekki gæðin í Minnesota, Andrew... Nei, hann er með 22. Er það kannski komið í 22? Nei, ok. Nei, ég veit ekki. Ég er eitthvað rugglast, sko. Það er þetta fræða bak við tölunum til það. Þetta er svolítið skemmt að tala, samt. Nei, ég er bara að segja, skilur. Ég er bara alveg spenntur, mér líður svo... Jú, analfettis. Jú, þú veist, hefur samt... Er það? Ertu viss? Ég teka fram á þessu fólkandi, ég fíla ekki í rannsókn. Hann er umbóðsmaður, maður má aldrei trúa neinu sem hann segir. Umbóðsmenn, þeir eru bara til að ljúga að þeir, sko. Já. Það er eini tilgangur þeirra. Ég lík mikið.
En eins og líður mér núna bara eins og ég þekki Tómas góðan félaga minn ekki neitt og ég bara get ekki beðið til að fara í hennar lið að kynnast honum upp á nýtt. Já, ok, fyrst þú stóðum óþölumóður. Já. Það mjög svona svona. Hvað ætla að segja? Ok, við erum tilbúinir í quizið. Ekki rétt. Ok. Þannig, nei, þú ert ekki með, en þú ert bara... Þú ert áhorfandi. En, ok, Erik og Tómas, þeir eru eiginlega svona bestu vinir. Þeir þekkja hvernig hann ansi vel. Þannig að ég myndi halda að Erik eigi... Stuðlinn. Já, stuðlinn að herri á hefur Erik. En Rökkvi, ég held að Rökkvi sé alveg klókur, sko. Hvað er það 1.50 á móti 2.45? Mikið rétt. Ég er ekki bekkfíklinni, þannig að... Hvað þú? Veðmálsfíkill. Já, nákvæmlega. Ég svo fjall Tómas íslensku. Ég er stúdent í íslensku. Já, wow. Vissir þessi gæði líka búin að klára starffræði í framhaldsskóla? Það var mikið að segja um þessu. Já. Já, þú varst að reikna út sem maturinn sem ég ætlaði að reikna út sjálfur. Þú var búinn að reikna. Við vorum einmitt á veitingastað rétt áðan. Heitir hann K. Frábær matur. Við erum búin að gera ansi mikið gaman í þessar verði, ekki? Jú. Við fórum í go-kart. Hver vann go-kartið, Rökkvi? Erik vann með 0,50.000 Rökkvi vann leysitak, ég gott að svolítið. Ég var með mínus 50 í leysitak. Ég fór í mínusinn. Það verður vist að gerast. Það verður að gerast. Náttúrulega lendi á bakvið krakkar sem ég gæti ekki komast fram úr. Rökkvi, svolítið flott rauða ljósið á andlitinu. Minnum við svolítið á rauða hverfi hérna í Amsterdam. Við erum búin að kíka hangað. Já. Margoft, við erum mjög ánægð með rauða hverfi. Þetta er fallegt svæði og fallegt landslag. Já, ég mæli mjög mikið með að allir sem að kíkja hingað kíkja á rauða hverfi. Eða bara ef þú ætlar eitthvað farið til Amsterdam. Passið að ekki stela neina aðeins. Nei, og ekki gera augnsamband við neitt. Lokið augunum og lappið. Og haldið fast í allt sem er í vössunum og kreftant nefa og þá ertu öruggur. Og skoðið kannski aðeins vændiskonar. Ég held með hlutlausum. Já, ég meina þær eru hressar, sko. Ég sá eitt gæja í gær kvöldi þegar komið nótt. Þá sá ég eitt gæja að fara inn með vændiskonu. Aha. Já, ég meina, náttúrulega allir drukknir og... Það voru stóbræða, kom bara beint úr að veslaða úr hana einhverju búð. Albert Stein? Já, Albert Stein. Það fór að koma vesl í matinu og svo bara skemmt. Hvað er það að segja, Henrik? Eru búin að gera eitthvað meira í ferðinni? Eitthvað sem við viljum menna það? Já, hún í dýragarinn. Þar sáum við górillu og mörgæsirnar og... Við gáum gíraffa ólulega að borða. Já. Allan ég og Tómas. Það var venjulega lögn, það er ekkert eitthvað. Nei. Það er með gíra. Ég reyndi að gera það að stoppa mig. Það er ekki búin að vera mikið í því að það stoppa sig. Það er búin að flauta á hann. Það var bara í dag. Það var að skamma þér í gíragerð. Það var reyði kepa með það var skamma þér í gíragerð. Eitthvað meira? Van Gogh. Það var frábært. Já, ég elska það. Það er mikið Van Gogh maður. Ég fann innri listamannin í mér. Já, það var mjög merkilegt. Það var aðal dæmi, sko. Ef þú ætlar að Van Gogh, notaðu það á heyrnartólum. Það er þess við, sko. Já, mjög stókslega merkilegt að það með Peasants. En ég ætla ekki að halda á með það. En við ætlum að byrja í quizinu. Ok. Er allir tilbúinir? Ég er með spurningu. Ok. Er þetta þannig að ég byrja á... Já, kannski útskýra hans betur. Já. Þannig að ég mun lesa spurningu og bara sá sem er fyrst til að svara. Okay. Höfum það bara hann. Fyrst til að svara, hann getur fengið. Ég hafa bara rétt spönd. Nei, bara ég spyr og það er bara annarkvor ykkar þess að bara fyrst til að svara fær. Þið þurfa ekki að rétta upp höndið henni. Ok. Bara svara. Talandi bett, ég var að vinna bett núna. Ekki, Gott að vita. Ok. 10 eurur. Nú ætlum við að fá að kynnast okkar elsku umboðsmanni Tómas Hugi Ásgeirsson.
Þetta verður svakalegt. Þetta verður svakalegt. Þetta eru, ég með 14 spurningar þérna, ætti ég að gera allar? Já. Fuck it. Ég skal segja bara hvað rétt þetta. Já, ég líka með svarið hérna. Er ég með svarið þitt? Þú ert ekki meira 13 spurningar. Nei, ég er með svarið þitt í símanum mínum. Ég man eitthvað af þessu. Ok. En þú varst búin að ákveða svarið þetta, þú mátt ekki breyta því núna. Ok. Fyrsta spurning. Og hér fer. Ef Tómas gæti valið sér hvaða hlutverk sem er til að leika í sjónvarpsþætti eða kvikmynd, hvað væri það? Walter White í Breaking Bad. Vitlaust. Ansko. Thomas Shelby. Þú mátt ekki gíska aftur. Ó. Þú er að lega að rökka. Ok. Ég skal alveg gefa ykkur nokkur til. Rökkum að gera. Já, rökkum að gera. Tom Cruise. Bara Tom Cruise, bara vera Tom Cruise. Nei, í hverju? Í Top Gun? Nei, ok, það veit það. Ég segi... Nei, þú mátt fá annað því Eirík sagði til þessar. Já, ég veit svo sem lítið svona hluti, sko, ég var alveg hreinskilinn. Ok, Eirík... Og ég giska á þessu? Já, þú mátt fá eitt giska út. Ok, ég ætla að segja 2 nöfn og svo ætla ég að velja úr þeim, sko. Já, þú verður líka að segja í hvað þetta eða kvikmynd. Já. Það er sko, mér finnst Lúmstad dreymir að vera Ragnar Lothbrok Vikings. En svo er það náttúrulega líka Homelander í The Boys. Hann er dátti, mér finnst að vera svona einblína persónleika sinn á Homelander. Og hann haga sér dátti eins og hann. Bara ógeðslega siðblindur, ógeðslega náðingi. Hann er... Sérstaklega flýi erlendi smáma hvað Eins og senan hann... Hvaða karakter myndi vera að leika í? Vera? Nei, bara til að leika held ég. Já, ok, þá er það Homelander. Já. Já, ef hlustundu veit ekki hver það er, þá bara googla það. The Boys, geggja þetta. Það er ógeðslega hvað þetta er. Nótið góðum tekstir ef fyrir Bíddu. 15 ára. Það er eitthvað í gangi. Nei, Eirík, hann hendur mér öflum með það bannað. Ok, þú áttur. Það bannað. Já, og fær 2. Eru komið áttur? Já, ok, let's go. Fær Rökku ekki bara eitt eftir og... Rökku svo uncalled, sko. En það var vittlust hjá okkur báðum. Ok, næsta spurning. Fá ekki að vita hvað er? Jú, það var hann að... Jon Snow í Game of Thrones. Jon Snow í Game of Thrones. Ég var ekki að Game of Thrones. Nei, ekki heldur. Þannig að... Það er Tommy Shelby var svona alveg svona... Vikings var rétt, sko. Ég vilja vera Tommy Shelby, ég bara fatt það. Ok, næsta spurning. Spurning nr. 2, það er 0-0. Og hér fer. Já, ok. Hvað var Tómas gamall þegar hann gaf lim í fyrsta skiptið? 15 ára. 14. Já, rétt. Já! 1-0. 1-0. Let's go. Akkur ég að fagna með þér. Fagnaðu? Já, 14 ára, fældi því. Já, ég vissi þetta. Bara ungur drengur. Hann var bara barn á þeim tíma. Hann var bara smábarn, sko, hann var rétt að finna sína leiðir. Heyrðu. Já, ég gæti að lauma nokkuð minni. Heyrðu, staðan er þá, hvað, 1-0? Staðan er 1-0 fyrir Eirík. Það er spurningar búnar. Er það ekki rétt? Þú varst ekki 14 ára? Þú erum ekki svara fyrstu, þú erum að svara spurningu með 2. Þú varst ekki... Þá... Og næsta spurning. Ok. Og þriðja spurning. Og hér fer. Hvað hefur Tómas verið í mörgum störfum? 4. Er það... Ég veit ekki. Hvernig var að gera það? 5. Tómas segir bara... 5. Hvað skrifaði ég? Ég held að það er 4. Vallarinn, Lífbóti, Krónan, Dominos, Keilir, 5. 2-0. Ok, Þetta var rétt hjá mér. Hvar eru fagnarlæti? Hvar eru fagnarlæti mín? Hvernig... Já. Það... Já, ok. 2-0 fyrir Eirík. Let's go. Ok. Og næsta spurning.
Spurning númer 4. Og hér fer. Hvað hristir Tómas sig oft í viku? 13 sinnum. Ok, ekki svara strax, Tómas segir hvort þú segir rétt eða rangt eftir hvert svar. Meðaltal. Við erum ekki að tala hvað maxi sem við gerum meðaltal. Ok, 13 Tómas. Hvernig var 13? Gíska þetta sé að meðaltali 2 á dag. Hversu oft í viku þá? Það myndir 14, það 12 veitist. Já, 14. Ég segi 13 kólveitist. Ég ætla að segja... Það var að breyta svar. Já, ég hef komið annað svar. Já, bara 2 fyrir þér. Ég ætla að segja 4 sinnum. Tómas. Upp í munnin. 7 sinnum. Það er hafði hérna? Já. Nú, ok, það var þér. 7 sinnum. Það er átt. Kólveitist. Ok, hvað er réttu svarið? Já, ég var að pæla í 3, mér það aldrei lítið, sko. Já, Tómas. Ég held að það sé ekki sannleikurinn, en það er annar mál. Ég meiri mikilvægur hluti en ég að hrista mig. Það er mest að bull sem ég heirt, en við höfum að halda áfram með það. Ok, 2-0 í hag Eiríks. Spurning 5. Og hér fer. Hver er helsti veikleiki Tómasar? Hvern menn? Útfátt, segi ég, hann gæti ekki löpa eftir mig. Nei, hvað er það? Bæði vitlaust. Ég veit ekki, Reiðarsson? Þú sagði Reiðarsson, mál. Ekki 2 Stjórnsemi, það Þetta ætti að vera það, ég náttúrulega veit ekki veiklegur alveg. Þetta er náttúrulega auðljós stjórnsemi. Þetta eru kvenmenn, sko. Það er ekki kvenmenn. Ég vildi að þetta stjórna, ef einhvern út að stiga þetta, mér finnst þetta að það gefa rökla styrk. Já, þú ert dóman. Ég kýs stiga rökla fyrir hefni. Með fyrsta, hvað var það? Hvað sagði, stjórnsemi? Nei, úthald. Já, gefðu honum bara. Þessi 2 voru að hlaupa lengur en ég, sko. Er það þá stig? Gefðu honum stig. Já, ok, 2-1 fyrir Eirík. Já, það er þetta. Næsta spurning, númer 6. Og hér fer. Hver er helsti styrkleiki Tómasar? Nei. Þú segir hvort það sé rétt eða rangt. Ég held að ég veit þetta, en... Já, hann er búinn að gefa svarið, hann má ekki... Nei, ég er að segja hvernig það er Jú. náttúrulega. Ég þarf að bíða að svara. Þetta er enn aftur á milli 2 hluti sem að... 2 hluta. En ég held að þetta sé eitt sem að ég, þetta er svona... Hann hugsa mjög hátt sjálf sér strákurinn, sko. Hann er pottið þetta að segja, annarkot myndleiki eða að vera myndalugur eða að vera duglugur. Og ég ætla að segja að hann sagði að hann væri duglugur. Ok, duglugur. Það er rangt. Ég held að segja hérna... Segðu hvort það er rétt eða rangt. Ég held að þetta segja skipulagning og stundvísing sem að hann vill vera. Nei, við erum búin að vera 2 umferðir, nú að segja. Nei, það er rangt bæði, þú þetta að gera. Á ég eftir að gera? Já. Myndleiki. Já. Þú var ekki að skrifa þetta. Ok. Ég er búinn að segja það. Já, ok. Nei, þú sagðir hóværsemi. Nei, ég sagði kærleiki, held ég. Kærleiki og Það er mest að bull sem ég heirt. Kærleiki og hóvær. Bara, lestu mömmu að skrifa þetta. Hófleiki? Nei, hóvær. Hóvær? Hvað? Æja. Ég veit ekki að það hlusta á mig. Ég veit ekki. Ég eins og ég segi. Ég veit bara sem ég veit. Klukkan er... Ég læsi mig stundum út úr bílnum. Klukkan er 8:30, kæru hlustundur. Svona er það. Er hann ekki 8:30? Nei, 8:10, það er 8:30 á Íslandi. Það er ástæðan að ég líti út fyrir að fucking greasy. Ég er musty. En það... Ok. Goofy. Ok, hvað er það? 3-1. 3-1. Það er hann stíð fyrir þetta. Já, bara hver sem runkar Tómasi mest fær stig. Ég er samþykki það. Þetta er að segja að dómar var flottu með þessa flautu í kjaftinum. Já, þannig að hún fær vítaspilnu. Ég verður alveg til í það, sko. Ég verður dómar.
Ok. Spurning 7. Allir tilbúinir? Já. Og hér fer. Hvaða liði heldur Tómasi með í ensku? Chelsea! Anskotin! 3-2. Helvítis. Næsta spurning. Ég ætla alltaf að segja NBA. Það Chicago? Það er Chicago, Milwaukee, Sacramento og... Þetta verður kleipað. Ég vil bara láta Tómas vita að það eru nokkur undrunum manns að fara að sjá þetta. Nei. Ok. Spurning nummer 8. Wow. Allir tilbúinir? Já. Við erum hálfnær. Og hér fer. Hver er upp á stellingin hans Tómasar? Doggy. Nei. Missionary. Rétt. Hvað hjá hverju? Anskot. Það þér? Missionary. Missionary. Þetta Doggy er bara fyrsta sem ég hugsaði. Nei, hann er ósamála. Jájá. Næsta spurning. Staðan er 3-3. Ekki 4-3. Aha. Hver er staðan? 3-3. Ok. 3-3. Já, 3-3. Næsta spurning. Númer 9. Og hér fer. Ef Tómas geti búið hvar sem er á jörðinni, hvar væri það? Íslandi. Það eru 2 stig búið hana. Nei, ég hef að giska, þú náttúrulega að tala um að fara til skóla til Bandaríkjanna. Það ekki? Þetta er að segja Bandaríkjanna. Ég með langar að segja það, því að þú ert að fara allar ekki í college. Fólkandi lands. Já, vel, þú segir bara Bandaríkinn. Ég segir Bandaríkjanna, ekki veit ég hvað samt, en... Nei, það er alltaf, ég er bara alls ekki búið Bandaríkjanna. Ég ætla ekki í háskóla, það var ekki búið hana. Sem þurft, þegar ég er alltaf gammal. Það eru 2 stig, þannig að... Ég... Búin að tala með það. Við mig? Við ekki allar. Vá, ég held að setja ljúa mér, þú er alltaf sem er þetta. Má ekki að vísmyndingu? Já. Hvað? Evrópi? Spát. Ok, það er eitt eftir ekki. Ó nei, ég veit hvað. Held það. Að countdown er okkur. 3, 2, 1. Bæn! Það er bara eitthvað ennum slag. Já, ég er að... Ég veit 2. En þú veist það er mínúti. Það er ekki að tala. Já, jú, ég veit núna. Þetta er Þýskaland. Ha? Náttúrulega, en hvað helst þú? Þetta er ekki stig, hvað helst þú? England. Eða Frakkland. Sviss, já. Hvað, 4-3? Nei, það er... 3-3. Ísland, það var 2 stig. Ísland og Ó, ok. Íslandsfjós. Ok. Þvílík keppni. Já, þvílík keppni. Ok. Er þetta límón eða gott, Tómas? Þetta er mjög gott tíma. Basement lemonade, þess að það gett í matagjallarinn. Hvað? Við erum ekki að fara að tala um þann stað. Það er glæsið þetta. Kíkir þið. Já, þú ert bara að bjóða okkur svona 50 sinnum og þú eru aldrei ákveðin hvaða dag við ætlum að fara. Það er bara, það er alltaf bóka. Næsta spurning. Næsta spurning. Númer 10. Staðan er 4-3. Og hér fer. Ef Tómas myndi bjóða dömu á date heim til sín, hvað myndi hann elda? Pasta. Og þetta var eitthvað ömulegt já, segðu já almennilega. Þetta er pasta réttur, þú veist. Þessi spurning meikar samt ekki alveg sens að þú býðir þú býðir henni ekki að date, þú býðir bara að ríða, er það ekki? Ói barasta. Anskota, er þetta með... Það er bara beint í rúmi. 16 date og svo með að kissa. Ekki kjúklingur að setja kartöflur. What the fuck? Er það bara ég, er Tómas mesti fokkbæði hafnafjörðar? Það kom fram í trailernum. Vá. Ég hef eldað pasta á þér. Nóa því, næsta spurning. Gaman. Þetta er bara gróð einhelti, eða hvað? Hvað? Ég er bara mjög romantísk. Hvað? Ég held að það sé ekki sagt. Sagt.
Hvaða líkamsluta hjá sér er Tómas ánægðastu með? Andlitið sitt. Tippið á sér. Og hvað er það sér? Læsti ekki. Ekki önnur Það verð. vísdörnum mig. Hvað? Ok, Tómas stjórnar þess að bara. Hann er glæð með brosi sitt. Ég ætla að segja rassinn á sér. Það er ömurlegt svar. Ég er bara sannleikar, ég staðar ekki. Ja, hvað sagðir þú? Þú sagðir að það voru hófær á hann. Það bull sem ég heyrt. Það var ekki trúa neinu sem er í þessu lið, sko. Það er mikilvægt að kjafta það sem er eitt á æðinni, sko. Tómas átti að vera með okkur bara í korter, hann er búinn að vera næstu í hálftíma. Já, bara gott í því. Þetta var gaman. Ok, næsta spurning. Ný cover eftir átök. Og hér fer. Staðan er, hver er staðan? Er það 5-3? Nei, 5-3, hann er náttúrulega passaði þetta. Já. Það er 5-3. Rökkur getur ennþá unnið þetta. Eða hann getur jafna. Næsta spurning. Og hér fer. Hvað er Tómas með í forgjöf? 2,7. Eins og glöggir vita, þetta kom fram í trailerunum. Fjárhagslega spurningu. Nei, þryggjastæði spurningu voru. Það var jafn. Guðminn almáttur. Nei, Þá skiptir lítið mitt engum máli. Já. Næsta spurning. Og hér fer. Hvert er celebrity crush hans Tómas var? Zendaya. Ég veit það ekki. Kemur alltaf með þetta. Ekki bara hvað heitir hún núna. 5, 4, 3. Megan Fox. Megan Fox. Það er vittlust. Rihanna. Nei, ég veit þetta, oh my god. Ég er bara bull eitthvað Selena Gomez. Leð mér að segja Nicki Minaj. Ha? Það er þetta bull sem ég hef heyrt. Jú, líka, já. Það er hún bara heitar Ariana Grande. Tekka á kassa. Hæ? Mjög flott manneskja. Þú veit ekki að það er mjög skemmtilegt. Veistu, fólk bara Hafnarfjarðar að setja meira rostar í sitt. Falleg kona. Já. Tómas er Alright, fuckboy. Get out. Ég er bara... Það veist ekki aftur það sem ég hef. Eitthvað svona öfugur brandari. Ok, næsta spurning er mun afsanna það sem Tómas var að segja. Af því næsta spurning er body count. Nei, þú veit. Rátt. Nei, tjók, það er 0 að Tómas er heit. Tómas er tandur heit. Æ, ég klippið út. Hann er alltaf ekki reitt í kjaftinum eftir átökin á hann. Hvað þýðir það? Ég veit ekki þessi hvað það. Nei, við þurfum ekkert meira út í það. Ekki nefna afhverju. Höfum þetta bort. Viljum við ekki bara þakka Tómas? Takk fyrir komin. Já, þú maður. Takk fyrir. Þú ert sveittur. Hvað, ég líka út að sveittur. Takk fyrir viðtalið. Já. Mic drop. Það heyrðist, já. Út með umbásmaður. Þetta er hvað það á. Nei, ég ætla að finna síma. Við erum þakkað Tómasi fyrir að stoppa við. Alltaf jafn mikill heiður. Þvílíkur maður. Skemmtilegu persónuleiki. En nú ætlum við svolítið svona bara að gera upp það sem er búið að gerast allt sumari. Það er búið rókslega mikið moves. Já. Hreyfingum og alls konar. Þannig ég ætla að leyfa bara Erik að svolítið sjá það. Fyrst sem ég vil segja er að við þurftum að reka Tómas út. Hann var ekki að haga sig vel og hann var óhreinn í munninum og
Það voru alls konar erfileikar þar í kring. Það var bara að trakka rúminu mínu. Já, við rákum hann út í sammenningu. En sem sagt, áður en byrjum að tala um múvin, vil ég tala um sem sagt U18 karlalandsliði og U20 karlalandsliði, sem svona árgangar sem að eru að skriða upp í meistaraflokk, eru jafnvel byrjar að spila tölvöld mikið þar. U18 það? U18. Og ég vil að ekki bara byrja á U18, yngri. Já, sama árgangurinn okkar. En það eru sem sagt, þeir voru fínir, hefðu mátt vera betri jafnvel. Þeir kepptu móti Holland? Nei, þeir kepptu þarna á Norrlandamótinu og þeir eru svo að fara að keppa í FIBA dæminu sem U20 var að keppa í núna í enda ágúst. Og þar sem sagt Robert Birmingham, hann var í úrvalsliði á mótinu. Hann er búinn að gera því líka góða hluti þarna úti og ég er búinn að hitta á hann, hvað ég hitta á hann í síðustu viku? Rökku hitta á hann og skemmtlu kall. Já, ég hitta á hann á kótilettunni. Já. Það er líka landsliðsæfingu í Grindavík. Já. Ég sá það hans. Alls þar. En hann stóð sér frábærlega. Svo var það Ágúst góði. Ég og Hinrik spilum með honum í nokkur ár. Já. Ég spilaði með vinglöfum. Rökka var 17 lögur á sín tíma. Það er alltaf að best. En svo eru 10. flokkur, 9. flokkur. En það er annar mál. Það er sem sagt, það eru raun og veru 4 eða 5 leikmenn sem eru bara alvöru svona, geta verið alvöru leikmenn finnst mér. Eitt sem mér finnst enginn vita nema krakkar á okkur, eða fólk á okkar aldri sem hafa keppt á mótunum. Það er hann Friðrik Leo. Úr Tindastól? Nei, úr IR. Hann er sem sagt, hann er 2005 módel. Hann er, ég held að sé komin í 2 og 9. Þetta stóri strákurinn hann undir körfunni. Já. Og ég til dæmis keppt á mótunum byrjun þessa tímabils. Og þá hugsaði með mér, hann er bara stór, ekkert sérstakur. Svo bæði horfði ég og keppt á mótunum svo aftur seinna tímabilinu. Og bara þvílíkar bætingar sem hann tók. Bara sem leikmaður og sjálfströst upp og svona. Já, því ég sagði við það ekki bara verið að gera upp meðmenn og strákur. Jú. Þeir skrifa hann undir samning. Og svo er væntanlega Daniel Ágúst sem flesti vita við Þórþórlasöfnuna. Prinsinn að undrabarnið úr Grávæðinu. Nákvæmlega. Hann bara sprakk á sínið þarna á seinasta tímabili. Með meistaraflokki að segja. Já. Ég spjallaði við hann líka í mættanum byrjun júni og spurði hvernig verið stemmari fyrir að fara í, fyrirverandi Íslandsmeistarana. Og hann er mjög spenntur fyrir þessar áskorun og þennan bolta sem að þósa. Hvað sagði hann nákvæmlega? Bara eiginlega þetta, sko. Já, ég fokk óslega skemmtur og... En... Já, ég veit að hann svaraði einhvern veginn að mér. Já, ok. Og svo náttúrulega bara, hann er að gera Þórþórlasöfn er náttúrulega bara að prófa nýja hluti með að vera í Evrópakefna. Já, þeir varu til hvað? Kýpur, eða ekki? Nei, jú, fyrst. Þeir kepptu þá á móti heim, eða ekki? Þeir eru að fara, fyrsti leikur er í Kýpur. Já, ok. Og svo er það vantilega Robert Birmingham, Almar, sem þó að hann komst í úrvalsliði þegar hann var yngri ári, hann komst ekki núna. Samt er hann náttúrulega frábær. Ég held að hann sé líka búinn að stækka frá því fyrra. Hann er komin í 2 og 5 eða eitthvað. Hann er líka bara, hann er ekki bara í körfuboltanum að gera vel, hann er líka að standa sig vel í 12-unni í Versló. Ha, 12-0? 12-0. Þeir eru hann í, já. Er þeir ennþá í gangi? Já. Já, nokkra félaga sem eru þar og hann var valið í nefndina. Glæsilegt. En, já, svo er ég með einhvern annan sem að ég er bara búinn að glemma. Er það ekki Aron Móla á þeir? Ja, 12-0 var Aron Móla og... Það meiri bara vinir. Jú, Nökkvi Fjallar. Þeir eru að taka við svona Vestlóndútin. Já, þetta er eitthvað... Eru Rick Roska hérna þar? Ég er í MK-an, ég veit ekki um þetta. Já, það var starfsbröð. Nei, ég er að tjóka. En, sem sagt... Svo er U20 landslið líka. Og þeir eru náttúrulega... Þetta er alveg frábært liðarna hjá þeim. Árangurinn, frábært. Hvað... Þú veist þú sambandi? Já, bara hennar. Sem er ekki verið að nota. Já, ok, ég held að þú tókst tölunni.
En þetta U20-landsliðin lendi í öðru sæti. Þar horfði ég á fleiri leiki, stóru á alla leikina. En í U18 var ég svona smá slacking. Og skal segja það, þetta byrjunarlega, wow. Sigurður Péturs, Þorvaldur, Orri Gunnarsson. Já, minn maður. Já, okkar maður, ég skutlaði hann út á lífið. Ég skal segja ykkur það, hann að fara að springa út á næsta tímabili. Hann að fara, já, það er bara einu sem ég ætla að segja, hann að fara að vera glæsilegur. Og svo náttúrulega Hugi, einn af týpurunum, hann samt að fara út. Og ég þarf bara að tjekka, mér minnir að það var Þorvaldur og Orri sem komist í úrvalslið eða eitthvað þannig. Þetta var bara á magna að horfa á þetta tímbilum, þú veist. Þorvaldur, ég held að með 3 tróðslu sem var bara... Hann svo mikið aðlít, sko. Já, hann líka tróði yfir, minnum við Svíja, til þess að vinna leikinn, sko. Eða til þess að tryggja sér leikinn. Almar setti þenn á stóri. Já, og þetta var bara hamrað yfir þetta og það er bara örugglega besti leikur sem ég séð í langa tíma. Þeir kjöptum þetta Hollandi, eða ekki? Jú, ég held að rústu á Hollandi. Hvernig getum þetta fleiri? Hverju voru hann í finals, var ekki... Serbía, já. Ég skal bara finna það seinna. Já, skiptir ekki málinu. En jú, þetta var Finnland og okkur svona. Þetta var hérna B-flokkurinn í FIBA. Og þeir fannst mér af þessum hóp vera bara langbestir. Þetta var bara einhvern veginn, þeir spilið á öllum leikmönnum nema 1 eða 2. Og bara allir, þeir voru inn á, voru bara með geggjað impact. Það voru að leggja búti. Já, þú veist, þetta var bara, sama hvernig þú settir inn á leiku, þá var þetta bara, það var liðið samt einhvern veginn að blómstra, fannst mér, á móta öllum. Og það var bara, það var svo geggjað að sjá þetta, þú veist. Ég var nýr að, þegar ég horfa okkur svona landslið eða eitthvað svona, að Ísland ekki ganga alltaf það vel á móta öðrum löndum. Það var bara geggjað að sjá bara, að sem við vorum fannst mér bara bestir. Já, öðru sæti það eru það ekki? Hvað segirðu? Við lentum í öðru sæti. Jú, öðru sæti. Og á móti mjög sterku Serbíaliði sem hefði líka átt að vera í þessum flokk, sko. Jú. Þetta var bara, þetta var geggjað að horfa á þetta. Ég var bara í vinnunni bara. Stoltur Íslendingur. Já. Þetta er bara svo kannski í svo handboltanum, það er þetta að líta bjart framöndan. Bara í öllum boltagreinum allavega. Já, nákvæmlega. En það er eiginlega eina sem langar að segja landslið. Svo er það bara leikmannskiptin. Rökku, vilt þú kannski taka við því? Ég ætla að fá mér hérna vöflu. Ég tók sem sagt saman, sko ég raðaði liðunum sem svo búið að gerast í þeim sætum sem þeir lentu í í deildakeppninni. Og það sem hefur gerst í ljónagriðinni, það er ekki neitt komin ennþá, en þeir hafa nú samt verið að endursemja við leikmennin svo tvo heimamenn í Magic Baginski og Óla Helga. Svo Mario sem hvað, er hann ekki bara orðinn Íslandingur, bara núna þessu ári? Jú, ég er nokkuð. Hann er alltaf búinn að eiga lögheimili mjög lengi á Íslandi. Jú, ég las einhvers staðar að þau voru eitthvað að vinna í því. Að gera hann bara Íslandingi. Já, að gefa hann ríkisborgari, rétt. Og svo þeirra Kani á síðuleikni og leikstjórnandi, Dieter Diabassi. Ekki rétt. Sem var, já, svona óksálsmegin. Hefði alveg getað tekið mér á sig, að mínum mati. Já, hann stundum, eins og þegar hans leikur, sko, það þarf ekkert endilega að byggjast á skora til dæmis, þó sér geggjaður skorari líka. Ég held að svona mest svona það sem að trekkir hann mest í gang vörðinni í byrjun, eins og ef hann að stela bolta eða eitthvað svoleið. Það var svolítið lamið út hjá hann í allavega Tindastól-seríunum sem að endaði hann, sko. Við sáum samt bara svona perfect dæmi að bara einhver leikmann að taka bara hlutverk að sér. Þetta var bara, hann vissi hvað hann þurfti að gera og þetta var kannski meira svona ákvörðun þjálfarans sem fælst upp á hvernig hann spilaði, skilurum. Já, Benni, en þú veist, ég er ekkert að setja út á hann, þú veist, Basilov var frábær alltaf þegar ég fór að horfa hann og bara gerði sitt mjög vel, en ég held að þessum allir sammála hann geti skorað miklu meira að hann myndi vilja það. Já. Og ef að Benni myndi vilja það, þá geti hann alveg sett hann líka í að skora meira og það voru bara að mista það. Svo er líka hann að gleyma að Simbi líka búin að framleggja á Jærvík. Alltaf tók ákvörðun að taka allar annar tímum með þeim.
Simbi? Logi Gunnarsson. Já. Aleksson Mufasa, sko. Það bara þannig. Logi verður bara að senda sig að Simbi. Já, verður það ekki bara svona mentordæmi aftur? Jú, ef hann heldur þessu. Já. Sko. Nú. Eins og ég hef sagt, æfið krakkar, ungi krakkar, æfið eins og Logi Gunnarsson eða það ná langt, sko. Það bara gott dæmi. Mannsinn með hausinn réttistæð. Ok. Tjekka á næsta lið. Já, það er líka óvissa með liðið og hverju halda áfram? Já, eins og Nico Ricciotti, það veit ekki hvert hann er. Nei, ég sé ekki fyrir mér að hann koma aftur. Ég sé að minna fyrir mér á Njarðvík Viljan aftur. Vist, ég var ekki að hissa að þeir eru bara að hamast á því að halda honum. Nei, það held ég ekki. Ég held samt ef að finna einhvern betri möguleika að þeir hyggi ekki við að fara aftur til hans. Já, það var bara þekkt að stærðis og hann er búin að þekkt stærð, skilju. Ég sé líka ekki fyrir að hann ég sé fyrir mér að hann hafa alveg beðið mikið að síðust ári, sko. Já, hann bótið launa hár leikmaður. Og hann var, eru ekki líka bara allir sammála, hann var bara ekki eins góður og við heldum að veri. Nei, þannig að hann passa líka ekki almennilega við Dedrick, sko. Það ætti að vera Dedrick pointunum og svo einhver bara pjúra skitta það. Vonið til varnar, þó ég var ekki, ég var ekki mjög spenntur með einhvern tímpur. Þá var hann þeirra langt besti leikmaður í Tindastóls-seríunni. Já, sérstaklega leikið sem við fórum á. Við fórum á, hann var bara... Það vantar samt ekki annan pointguard við hlýna Dedrick. Já, hann er bara second ball endur. Já, þú sem passar ekki, skilur. Mér finnst það alltaf. Og svo er náttúrulega fróðlegt líka hvort að Haukur sé, já, alltaf fara að tikka í 80-90% sem það var. Upp á tímpils. Já, hann er ekki að vona það? Ég vona bara að sé 100. Já. Já, eins og ég segi, já. Ég vona bara að ég fæ að horfa á að spila meira. Það er það ekki eitt. Nei. Þá var þetta mjög erfitt fyrir Njarðvík að gera eitthvað. Það var rosalega erfitt að horfa á hana þegar við fórum upp á krók. Já. Það var bara mjög slagur þá. Honum finnst svo óþægilegt að vera með svo lítla gæi eins og Sigtrygg og Pétur þegar Já, sérstaklega leiðilegt er að þú ert að drepast í öklanum allar leikin. Já, og svo líka með þess Viðar Hannes sem er líka hörðu varna. Ég held að hann hafi aldrei verið 100% í tímabili. Nei, ekki við þetta tímabil. Ég maður eftir 15-16 þegar varum við Njarðvík síðast, þá var hann ég fannst hann alltaf undir það. Þetta er svona sko það alvarleg meiðsli að það er ekkert sett að hann verið 100% núna, sko. Meiddist hann aftur? Jú, var ekki hann? Jú, hann meiddist aftur í Tindastóls-seríunni. Þess vegna var hann svona slæmur þegar við fórum á hann. Já. Hann bara eitthvað ákvað að spila í gegnum hann. Ekki ná ekki. En þeir missa líka Fótiós sem að fer í Þorlákshöfnina. Það er ekki bara að henda okkur yfir það? Jú, það er nóg að gera þar. Það er mikið búið að vera að gera þar. Mörg ný nöfnmaður. Fullt af nýju nöfnum og spennandi leikmönnum. Bara eins og hefur bara sýnt síðust ár með Lalla. Já. Með þennan höfra hatt sinn sem hann er að draga þessa leikmenn. Hann er góður í að rekrúta leikmenn, það er ekki sagt það. Þeir þó að þessi náttúrulega ný regla, 3+2 myndi ég maður að kalla þetta. En það er samt 3+2 er bara þú mátt hafa 3 útlendinga inn á vellinum. Já. Þú mátt hafa eins marga í liðinu. Já, mátt hafa eins marga í liðinu. Það verða alltaf að vera 2 Íslendingar inn á vellinum. Vitið þið samt í Evrópukeppninni með hvernig útlendingareglunar eru þar? Nei. Þeir leika frjáls sem hala það, sko. Hvað fyrir Þór þá? Já, fyrir Þór. Já, það er örgulega bara mjög frjálst þar, sko. Okay. En Þórsararnir hafa verið að styrkja sig, þeir hafa minnst náttúrulega, þeir hafa verið að styrkja sig. Þeir eru búin að fá þekktastar eins og til dæmis Pablo Hernández sem var með Þór Akureyri. Hann var með 5% þryggjasteinýtingu. Hann og Mario Matasovit voru með bestu nýtingar þá, þetta var í COVID-tímabilinu. Já, hann er þetta ekki bara svona fjarkið sem spes og flóri? Þetta er Þú veist náttúrulega tölvöld meira hann aldrei ég var ekki komin að með leiðin í þetta. Hann er alveg svona 5 sem getur líka, hann og Fótiós eru svolítið kannski smá líki. En ég held samt að þessi gefur miklu meiri
Hann er ekki miklu meiri skipta. Hann er miklu ferskar lappir heldur en Fotios. Já. Það er nefnilega sem að þeir eru líka kannski hvernig þeir geta spilað eins og þeir geta tekið þrýstur að þeir geta keyrt á körfuna að Pablo með meira power til að sprengja. En hann er samt aldrei minni. Hvað stöðu spila Pablo? Pablo? Fjarki. Hann var að spila 5 eða fóra ekkur. Já, en... Þeir voru hann að Þossari, voru hann með Hansel Atensia, Stojanovic. Þú þurfum að fara inn á þetta smá, en kannski bara setja núna, nýja kaninn, hvað heitir hann? Alonso Walker. Já, þetta er svo mörg nöfn, ég er ekki búin að geta fylgjast með þessu, sko. Alonso er Hann verður satt líklegast Fjarkin og Hernandez 5-mann, sko. Eins og við sjáum, hann kemur frá, en já, Pablo kemur svo frá Spáni bara, og spilaði þar í Silfur og þarna gulldeildinni. Hvað heitir hann? Pablo Hernandez. Síðan fenguðu þeir kanadíska leikmann frá Slóvakíu, hann Alonso Walker sem er Kanadabúi. Já. Og þess að skráður sem kann eða ekki. Jú. Norður-Amerikani. Við erum búin að fylgjast, ég er alltaf búin að svo klippur að þessi gæða. Það líti alltaf vel út á myndböndum. Það er bara oftast þannig. En þessi svona er einhvern veginn svona, ég hef einhvern veginn samt einhvern veginn mjög góð fyrir ykkur yfir þessu gæða. Ég held að þetta getur verið. Hann er... Fyrsti leikmann deildinni, sko. Ha? Já. Ég er ekki alveg það hára á honum, sko. Út að það sem ég er búin að taka eftir er að þessi highlight myndbönd þá oft var íll með mig bara á senstu tímbili til dæmis. Já, nákvæmlega. Ég ætla að segja. Með Callaway maður, getur ekki skotið. Já, kannski bara hlutur kannski hinn í laun að skjóta ekki að mikið. En það er bara annar mál. Þannig ég ætla ekki að setja neitt peninga á þetta eins og þú. En þá hann verður besti í leikmanndeildinni. En Alonso Walker er, við erum þetta nafnum minni, ég held að þetta verði besti leikmaður í deildinni. Hvað stöðu spilar hann? Þetta er líka svona Fjarki 5. Hann er svona byggður eins og Julio de Assis. Já, spilar hann eins og hann? Hann spilar hann getur skotið. En ég held samt að hann sé með tölvöld betri skotningtöku og skotheldarinn. Hann er svona bara og stór þristur einhvern veginn. Demigod. Já. Og það verður eitthvað gaman að sjá hvernig hann mun rúlla þessu lalli. Ég held að mér bara rétt og hægt og rólega að finna þessa blöndu. Hvort hann getur spilað þrýstu með Fjarka. Þeir eru með 4 útlendingar núna, eða ekki? Jú. Hvað, þá bara Fotio? Ég held að Fotios af bekknum. Fotios og Peres. Kannski bara kynna hann. Já, og Jósef Peres hann kom bara hvað í gær eða fyrradag. Já, bara í gær, held ég. Þessi tveir, ég er handviss að þessi tveir leikmenn séu þeir verða á bekknum. Þessi Peres, hann er bara, það sem ég horfði á honum, hann lítur bara út þessu svona, já, gæðið kemur á bekknum og bara sprengir í stig. Luciano Mazzarelli vibe, skilur við. Já, þetta er svona, þetta er hérna 31 Já. Hvað heitir hann áttur? Jósef Peres. Bara drullu góð skipta, bara skýtur, já, þeir eru ekki mikið á hverjuna. Hvað stöðulega? Shootingar? Hann er skotmaður, já, hann er svona skotmaður. En ekki bara hann lág sem skotmaður? Hann er, ég held að segja 1.80. Jú, hann er 1.80. En hérna, gæti verið stærri, ég er samt ekki viss. En svo fenguðu líka Svíjan. Rönnqvist. Það er leikmaður sem ég held að fara í byrjunarlið. Ég held að Rönnqvist, Walker og hérna Pablo Hernandez eru 3-5. Og Rönnqvist fer í punkatinn? Nei. Þeir eru hérna, það er alveg fróðlegt og það er alveg spurning að hugsa þetta líka þannig, sko. Þeir eru með sér Íslendinga í kringum eins og, já, ég veit ekki, kannski er ekki nei, það er ekki alveg að hugsa þetta. Ég var reyndar alveg til þess að Evilkar er eitthvað reyna að þróa sig sem já, hann er úrskur, hérna. Starter? Já, þeir verða náttúrulega, þeir verða annarkvæmt að hafa Davíð, hérna, Emil, Daniel August, eða hérna Tómas var í byrjunarliðinu. Þeir geta valla fengið einhverja top level Íslendingar núna. Nei, þeir þurfa ekki að vera toppleið. Segð bara eins og Halldór Garðar myndi koma heim. Já, hann var, að mínum að það var hann ekki nú. Ekki byrjunarliðið, nei. Ja, þeir þurfa ekki að leikmann sem hann skora í þessar hlutverkstöðu, sko. Já, þurfa líka bara einhvern leikmann sem getur skotið að einhver leveli. Sem ekki bara bakkað henni í tegó. Svo veitum við ekki, eins og við varum að tala þetta undrabarni og grafin, Daniel August, Halldórsson kominn í höfnina. En ætlaði þetta bara að vera formúleira, bara aftur?
Bara ógeðslega margir útlendingar. Já, þeir eru með alltaf, ég meina þessi bæri er bara, það snýst alltaf körfbótt og það er gert núna allt til þess að vinna. Já, þetta verður áhugavert, en Þeir hafa alveg sýnt að þeir geta unnið án þess að vera með því að vera bara með, 3 útlendinga. já, eru samt ekki bara vinni núna þá að developa Daniel Ágúst og Tómas. Jú, klára. Ég ætla rétt að vona að nýta þetta tímabili að þeir ætla að sjá hvað bróðir hans Tómasar gerir, Styrmir, hann gerði, Daniel Ágúst er bara, hann er jafngamall við, hann 17 ára í úrvalslið í viðstöldinni, sem bara rugglað afrek. Þannig, það getur ekki annað verið heldur en Tómas Valur er að fara að vera byrjanliðsmaður í einhverjum leikum. Ég veit ekki með Daniel Ágúst, en Daniel Ágúst verður með rullu. Þannig, það er bara spurning með þetta, það er eina spurninga með Þórsana, er þessi leikstjórn á staða, það sem er mist úr í Liam Watson. Já, menn af hverju ekki bara Daniel Ágúst? Það getur verið option. Það er náttúrulega, sem Perdú er í sem Selfoss. hann fór í Selfoss. Já, þeir eru líka mist, eins og það var svona íslenska, þeir eru líka mist leikmann eins og Ragnar Braðarsson yfir í byrjanvaldi. Já. Hann er svona reyndur Íslendingur, Íslandsmeistari sem hefur sett nafn í deildinni. Já. Sem að fólk með mér eftir, skilur. Ég held að þeir eru að sagt hans eitthvað, en ekkert eitthvað greiðlega, held ég. Ég myndi á pappirum segja að Þórsarnir líta mjög vel út, en þeir þurfa point guard og nema að Daniel Ágúst verður bara treyst fyrir og ég ætla að vona og ég trúi því bara að Lalli gerir það. Örugglega til að byrja með þannig í dag, sko. En við myndum láta kannski byrja fyrstu 2-3 umferðina ef það kemur sér ekki óvart, þegar við myndum ná í hann að glugginn loka kannski eitthvað. Ég sé það samt einhvern veginn ekki fyrir mig. Mér finnst einhvern veginn líklegast að ef að Daniel Ágúst, sem að Lalli gefur Daniel Ágústi þetta hlutverk, bara poingar til byrjunarliðinu, bara geggjað og náttúrulega Daniel Ágúst er ennþá ungur, sem að það sé kannski bara ómikið og snemma, sem er alveg raunverulegt. Og ég veit ekki, mér finnst svo típist eitthvað að þeir fara svo bara svo að prófa sig áfram, sem er líka kannski fínt, já, Röngvist, prófa það, já, 2 umferðir, þá Lalli, þetta virkar ekki. Það er svona svo lélegt að það hefði bara 2, svona íst. Já, þú veist hvað ég meina, bara eitthvað tímabundið og hann til að fatta bara, hann er ekki að standa sig í þessu hlutur ekki. Já, ég held að Lalli gefur svona ungu drengjum föðurlega ráð, sko. Og ekkert að breyna, ekkert sest á bekki, bara, tekur þess að rólega æfingarnar bara, á andlega æfingarnar á drengina, sko. Já. Það er skapað öðruvísi hvernig það myndi bera sig fram við, til dæmis kannski eins og Peres að veita eftir reynslu bolta og svona. Já, finnst þess samt líklegt að hann sækir sér í annan... Ekki útlending held ég samt, sko. Já, annan Íslending. Já. Halldór Garðar er ennþá í Keflavík. En Þórsararnir missa Glenn Watson, Ronaldo Stúdkarska, Kyle Johnson og svo mótti sér niður í Hauka. Já. Þannig að þetta er þekktastöfi sem voru í fyrra og voru mjög góðir leikmenn. En ég sé alveg fyrir mig að þessi hinir geta tekið auðvitað við keflinu, sko, bara, og þessi fólksvél mun bara halda áfram og malla, held ég, sko. Já, við sjáum til. Það henda þá í Bongo, Valur Bongo. Valur Bongo? Já. Liðið þitt, Erik. Hvað er liðið mitt? Valur. Já. Það er búið að vera, penninu búin að vera uppi á liðan þetta. Já, það er ekki bara svona senstu viku eða eitthvað, senstu 2 vikur. Jú, senstu 2. Og það Hjálmar var fyrst að segja og síðan komu, í síðustu viku, í síðustu viku. Það er ekki bara fyrir nokkrum dögum. Kári Jónsson og Pablo Verstrona, þau einnig að framleggja á. Já, þurfum bara fljóttu við þetta. Já, það voru hitt á vandabali í Hafnarfjörðum, það var hinskilegin. Hver er það eftir að reysa hérna? Þeir eru náttúrulega Kristó er að það með samning. Já. Þannig að þeir eru vel settur, sko. Callum Fór. Callum Fór og Jacob Calloway, hann veit ekki hvert hann er að fara.
Ég meina, Þeir eru eftir að styrkja sig með útlendingum, sko. En svo vitum við ekki með Pavel. Nei, maður veit aldrei hvað Pavel er að gera. Er samt ekki, ég sé, já, þetta orðið á göttunum dæmi. Já, það er bara... Já, að segja hann sé fyrir annarlið, er þetta samt ekki núna bara skrifa hann undir aftur í val eða hættir hann? Já, ég sé ekki að hann fer eitthvað annað, sko. Ef hann hættir, þá var hann aðstoðarþjálfari. Hann er náttúrulega aðstoðarþjálfari liðsins. Hann er skráður aðstoðarþjálfari. Já, og hann er bara, eins og bara horfður Jón Arnór þættina, hversu mikill þjálfari hann að fara í því, sko. Svo gæti hann alltaf tekið þetta viðardæmi og farið bara vera spilandi þjálfari. Já, en farið bara... Þeir eru búin að rísa hennar bara alla og ég sé fyrir mér að þeir hafa allir fengið allavega ágæta launahækkun. Þannig að ég veit ekki hvað þeir ætla ég held ekki að þeir fara að breyta ég held þeir breyta þeir bara engu. Ég heldur samt ekki þeir sæna allan einn Evrópubúa og vendilega kanna. Og sjá þetta er tímur þetta þeir eru með þeir eru einhvern veginn þeir eru ennþá með svona vindin í baki eftir að vera meistar. Ég held að þeir eru eftir að koma bara í meistarna sem voru mútið Stjörnunni. Þeir ég held að það getur maður sé svona að þeir kannski mögulega áframhalda því. Ég hef bara tjóðlega trú á þessu liði, sko, að þeir geta náði í deildarmeistaratitil, sko. Erik, það er að koma fucking, hvað segir maður? Krumslur allstaðar í rúmið mitt. Já, ég tek á þessu. Og maður táði það hægra meginn, ekki vinstra meginn. Það var ég sáttur, sko. Ég seti þetta bara á borðið. Vöflunar á borðið. Óslega sveittur á minni hlið. Er sveittur? Já, 100% sveittur. Hvað sáu þið þá valsarana starfi í dag? Er þeir ekki bara svona bara svipaðir? Spila þetta bara safe og svo kemur Kanni inn í Gunnar. Já, Hvernig kom? Ég var ekki að sjá að vera fyrst síðan með Kanna. Næsta ári. 23. Já. Ég held að þeir breyti. Í febrúar. Ég held að þú kannast stemma, sko. Og svo mála. Já. Við gleymum þessa klipu. Gamli vanar. Já. En, já, við liðum bæta eitthvað meira með það. Nei. Ótrúlega satt. En, þá förum við, liði sem að Valsarði slóu til þess að vera Íslandsmeistarar. Liði sem var ekki kannski heimleik, en voru alltaf hálsbreyð svo við að verða meistarar. Já. Tindastól. Liði svona sem að, flestir byggust einhvern veginn við að væri að fara að taka þetta, bara út af stemningur sem var út allt land og líka út af því að bara þrátt fyrir að Valsarði voru búin að sópa báðan seríunum, sko. Já. Það hefði maður einhvern veginn tilfinningan að þeir væru einhvern veginn lið sem væri að fara að vinna þetta. Var þetta ekki bara, hvað var þetta, leikur 6 sem var bara besti... Jú, að þínum að þið. Já, jú. Þegar við vorum í Grindavíkarna. Já, þegar Pavel misti. Já, en þú þarft nefnilega ekki að segja, sko, og getur bara sagt allir skrifa undir nema Djámbess. Já, allir nema Djámbess og jú, svo fengu þeir nýja þjálfara, Baldur hægt. Já, bara í dag. Hann að fara til Raki Jóhann. Já, hann rísænaði og fór svo bara fyrir 7 vikum eða eitthvað. Hvert er hann að fara? En það vísar til Raki Jóhann. Sem aðstoðarþjálfari, eða ekki? Ég held að það var bara að taka við starfinni. Það held að vera aðstoðarþjálfari, það var að taka við starfinni. Það er ekki bara spennandi, veist? Það er mjög spennandi. Dálítið suppulegt samt að skrifa undir nýja samning og fara svo. Sérstaklega það sem að krafan er titill, sko. Já, eftir svona, pældi hvernig Tindastóls liðinu hefur liðið eftir þessi finals. Það er glæð að vera umulega 2 vikur án eftir á. Já, en ég held samt að þeir, með að þeir ísena við þess að gæja, að þeir séu bara dundrandi reiðir yfir því að hafa ekki unni og ég held þeir vilja svo mikið ná í þessu dollu. Halda að Batmús ná að skjóta út næsta tímabil? Nei. Ég held að, það var náttúrulega ekki með ljóskunni þjálfarinn sem að, kom bara áðan. Já, í morgun. Bara meðan við vorum að borða. Og meðan við fengum okkur pítsur á einhverjum ítalísku stað. Já, fréttina komu. Já, fréttina komu. Það var búið 4 mínútur síðan það var staðfest. Var ég ekki nýbúinn að segja líka að hann væri ekki kominn, það væri bara eitthvað... Jú, og ég sagði, nei, er hann kominn sjálfur? Nei.
Það var bara mættur. Það var bara mættur. En þetta er sem sagt, þetta er Króati sem hefur verið, já, atvinnumæður í sínu landi og líka einnig í Slóveníu. Þessi sem var í var núna síðast að þjálfa Sadar, Þess að ekki hressandi að sjá bara nýjan þjálfara? Jú, þú kallar eftir svona fersku landi, ferskt einhvers staðar annars staðar heldur en á Íslandi. Já, bara að fá að kynnast nýjum körfubolta á Íslandi. Já, það er gaman að sjá hvernig þessi þjálfari með stempil sinn. Það voru bara næsta lið. Lið? Já. Lið? En svo má ekki gleyma það náttúrulega að Íslandsmeistari kom líka sem vill sem að losna frá króknum. Adamas Drungilas Já. sem kom frá Íslandi. Það gleymist maður, hann hafi komið til stóluna. Og það sem ég hef heyrt er að Haukarnir hafa verið að reyna að fá hann. Hafa verið að hringja, taka upp tólu að reyna að fá hann. Ég held með hlutlausum. En hann er búinn að skrifa undir samning. Það var gaman að fá hann aftur í deildina. Já. Ég er búinn að sakna þess. Svo náttúrulega Soran Virkits náttúrulega ekki heldur. Þú veist, ég ætla svona að segja eitt. Ég held að verður áhugavert að sjá Badmans og Drungíla saman. En ég held að verður geggjað að sjá Mortensen og Drungíla saman. Hversu góð blanda er það, Mortensen og Drungílas? Það er bara komið ljós. Mortensen og Drungílas. Akkur verður það eitthvað sérstakt? Það sem geta skotið. Já, ég meina Drungílas var alltaf í fimmuna. það var ekkert eitthvað sérstakt sko. Ég held að það væri bara fallast að blanda í deildinni sko. Mjög random. Nei. Drungílas geggjaður leikmaðurinn í teg, getur skotið smá. Manstu ekki hvað hann var inconsistent yfir deildakeppnina? Já, þetta er lendast í öðru seti. Ég meina á móti lið, þessi liðið sem hann var fyrir ofan, það var bara liðið sem tapaði 2 leikjum við deildingarna sko, var best á þeim tímapunkti sko. Já, ég ætla bara að segja það, ég held að Mortensen og Drungílas væri best að dúa í deildinni. Hann var eins og það bara að haga sig eins og maður en hann hætti að láta hendur svo dúsi sko. Það er tók Milka. Það tók Milkaði maður. En talandi Milka, þá er hann og Keflavíkuliðið. Það var skrautlegt. Það var mjög skrautlegt. Voru búin að tala um það? Já, ég syns það. Keflavík? Já, það er búið að gerast. Já, ok, þá. Er Keflavík búið að gera eitthvað annað? Já, þeir eru búin að... Já, þeir eru búin að endursemja við Hjálpa. Já. Og Krengi, Milka og Jaka. Og voru hún að fá í gær Ígor Maric frá IR. Já, það er frábært. Það er frábært. Þetta er svona... eins og ég sagði einhvern tíma að þetta væri Georgi Bojanov típa. Bara ekki skrikkaður kannski. Ég ætla að vera ósammála því, en ég ætla ekki að segja meira um það. Það er nú Georgi Bojanov aftur í deildina. Fá manni í Breiðablik. Það er samt alveg típist lið fyrir hann sko. Já. Ég man eftir það tímabil var ég og Hinrik mjög mikið á ritraborði. Varst þetta því? Já. Og einhvern tímann voru við á ritraborði fyrir þegar ég var að keppa á móti Haugum. Þegar við ruggluðum eitthvað að var í körfuboltakvöldi. Varst þetta því? Að hann var í körfuboltakvöldi? Nei, við vorum að vera í körfuboltakvöldi að við ruggluðumst eitthvað á ritraborðinu. Ég man ekki til því. Nei, það gerðist. Og þann leik þá var Jerzy Bojanov og Borse saman alla. Ég hef aldrei séð bara svona 2 menn öskra jafn mikið á sig á hvort annað á 40 mínútum. Þetta var bara stanslist. Ég bara aldrei... Tala saman tungumál, eða ekki? Svipa. Þeir skilja hvort annað. Þetta er eitthvað Júgoslavía. Eitthvað þannig, ég veit það ekki, en þetta var bara alveg... Þeir voru alltaf brjálaðir út í hvort annað. Bojanov frá Bosníu. Ég man það ekki, heldur þetta síðan það var í deildinni. En svo líka fenguði til sín Ingvarsmann, Ólafur Ingi frá Fjölni, sem var í 20 ekki. Jú, mikið rétt, spilaði smáröllu. Keflingingar að segja Fjölnismann. Við erum með annan Fjölnismann fyrir í Herrið Axel. Já, þetta er samt Ólafur er dálítið öðruvísi típa körfuboltamanni. Hann er bara... Já, hann skrítið að horfa á hann. Hann er svona einhvern veginn, ég geti líka útskæða, hann er svona mjög sérstaklega körfuboltamaður. Að maður veit ekki alveg, ég horfa á hann,
Já, ég veit ekki alveg hvernig maður á að spila, en ég bara spenntur að sjá hvernig Hjalti gera. Já, Hjalti náttúrulega framleiki, hann var náttúrulega gefið eftir, já, hvað maður segja, niðurlagninguna hann í leik 5 og mútið Tindastóla. Hann er tilbúin að halda áfram og stjórnum þurfti bara að taka ákvörðun með það. Hann færa þá tröstið. Já. Ég vona bara ekki fyrir Keflavík að þeir fari bara í, ég veit að það er krafinn titil, fara svona inn í þetta tímabil eins og það sé engin pressa á Hjalta. Það líður honum best. Og ég held líka... Höfum þetta svo þægilegt fyrir alla. Líka, Enginn má finna fyrir pressu. Það verður að sagja það. Ég held líka að þetta verði miklu... Sko náttúrulega þessi meiðsli hjá OKG voru svolítið bara svo skemmti tíma. Liðið var á réttir leið og var sennilega... Já, gátt alveg gert betur hluti að vera með OKG held ég sko. Já, var ekki OKG var bara bestu... Þeir voru eitthvað fyrsta sæti þegar hann... Þeir voru fyrsta sæti þegar hann... Þegar hann var að spila, já. Já, þú veist þannig að... Ef hann helst heill og ég veit ekki samt hvernig eftir hann að Hás, var ekki hans lítinn Hásinn? Jú. Jú, hvernig hann kemur tilbaka, en hann kemur bara eins og mar. Þá held ég bara að þeir geta þá verið fyrsta, en spurning er kannski hvernig skemmtunin í hvernig körfubolti verið spilað, sko. Já. Það er svolítið eina svona sem ég er að pæla með, eins og reyna einhvern veginn að púsl. Það verður skemmtilegt púsl, bara sama eins og í fyrra með Jakab, Milka og OKG, reyna að bæta einhvern veginn blöndun úr því, sko. Já. Því að ég held að Milka muni miklu betur tímbil í ár, sko. Það verður spurning hvort að... Ég er snartilega fastur á því að það er rétt að starta Jaka í fjarkan í staðan fyrir Milka. Já, ég er nefnilega búin að pæla í, setja Jaka í fjarkan og OKG í 5. Í Garabænum eru samt stjörnumenn búin að styrkja sig og eru búin að fá Július Orra, Akureyringinn. Já, ég er búin að gleyma því. Það er stórt. Og Adama Darbo. Já, það var stórt. Við vorum að spyrja þannig að þegar Július kom, þá vorum að spyrja hver myndi spila pointguardinn. Það er Elborg búin að svara því í Darbo. Það er fullkominn fyrst af mínum mati. Þess við vorum að tala um það á síðasta tímabili að Robert Turner ætti ekki að vera pointguardinn eða aðal ballhandle gæinn. Og nú getur Adama Darbo svolítið svona sett upp fyrir hann. En þá velti ég mig svolítið fyrir mér hvað Július var ég að gera. Hann verður í hann verður svona í þristunum, sko. Það staðin núna. En það er náttúrulega bara ekki beint styrkleikan hans að vera þarna á kantinum og taka þrista á okkar. En ég meina hann er náttúrulega búin að vera úti, þannig að hann er eitthvað, við vonum alltaf hann sem búin að þróa leiksins, sko. Já, við vonum þó endilega, en það er bara, þegar hann fór út á ástæðan okkur, hann var orðin bara góður leikmaður á þeim tíma í Dóminósteildinni. Var út af því að hann var frábær sendingamæður. Það var nummer 1 og 3 hjá hann. Hann er líka, sko, hann er líka miklu sterkar og lítur út fyrir það, hann var ekki glemma því, sko. Já, ég spila á mót honum, hann er kraftur í honum, sko. Þetta sveita fólks, blóða eða DNA sem hann er með, sko. Það er ekkert lambalega sem við, sko. En það er sem, sko, eitt með Adama Darbo sem er svo geggjað. Hann er líka svona vocal leader, skilur. Já. Hann er aðalgæinn inn í klefanum, það sér það bara. Tekur menn á teppi. Já, og ég held að þú gætir ekki fundið betri mann til þess að jafnvel bara skóla Robert Turner til. Já, þetta er svona, þetta getur svona pappi strákana í liðinu. Já, ég myndi hugsa mér svona stóri bróðir hjá Robert Turner. Já. Og það er bara svo geggjað að hafa gæða sem er ekki feiminn að segja hvað hann er að hugsa. Og sérst, kalt. Já, ég klippti brútt. Robby, sér náttúrulega skjálfsvæð. Það sem ég heyrði í suma líka úr Garabænum. Ég ætla ekki að segja, það má ekki nokkra. Það var maður sem er alltaf mjög mikið innan liðið. Sagði mér að það hefði nú verið vesen á leikmanni sem kunna á hana. Að hann ekki vilja æfa. Hann resignaði það ekki? Hann resignaði. Á endanum. Já. Svo var líka sögð sem að þú væri að fara eitthvað. Hann er búin að segja hann aftur. Já. Svo var náttúrulega frændi að taka alltaf eitt tímbilið bort. Hann er náttúrulega búin að fullu að ómögulegt að neyta penningunum. Hann er búin að fullu að sjá stelpunnar. Ég er ofta á mig í Garabæn. Þessi Tómas. Umbúðsmaður. Já, hann er að þjálfa. Hann er að standa sig vel í.
Við sjáum það í mismunandi samhengi. Já. Svo náttúrulega stendur nú missa Hilmar í vekka og svo óvissa með David Gabrielsson og Sean Hopkins. Já, ég get sagt það að þeir eru ekki að fara Ekki Sean. Nei, ekki Sean. Gabrielsson, möguleiki. En við vorum með trættir þegar allan ég og Hinrik. Og ég ætla bara að segja allan ég. Þegar ég sá að Július var búinn að skrifa undir aftur og Hilmar á farinn. Fyrsta sem ég hugsaði var bara, eru að gera nákvæmlega sama og að gera fyrra. Já, ungan leikmann í pointgardinu með Robert Turner. Já. Gaman að þetta Arnar, ég mætti Arnar. Svartól. Bara loophole. Já, bara loophole. Ég mætti Arnar í Víkinni. Já. Spjallaði vel að bara með hann með svon sinn við vorum á sama leik, Arnar Víkingur, New Saints í Evrópukeppninni. Það var bróður hans að spila fyrir Víking. Já. Helgi Guðjóns. Og já, það var eitthvað léttið voru hann allavega. Það er gott. Mér líst betur á sensana þeirra á þessara heldur en síðust ári. Hvað segirðu? Mér líst betur á sensana þeirra á þessara heldur en síðust ári. Já, þetta einhvern veginn sko, ég veit ekki okkur að segja þetta. Ég finnst þetta eitthvað svona pressulaust. Þannig að þeir gætu sennilega að lauma sér í 4. til 7. sæti. Mestanlega sko. Það eru allavega 3 lið sem eru bara í sérflokki. Og hvað er liðið næst? Grindavík. Er ekki... Já, Hinrik, veist þú ekki bara að taka við hvað er búin að gerast á í Grindavíkinni? Já. Óla er búinn að rísa hérna. Breki líka. Og svo er Bragi komin inn. Það er bara svo ómerkilega fréttir eitthvað. Það er öllum sama. Já, nákvæmlega. Það er svona eina fréttir. Meðlimur Þristsins, Hinrik Krabbergsson er komin á samning. Oh my god. What a man. Wow. Þú ert næstu jafn mikill a man og Tómas við Áskilsson. Já, mér bara dreymir að vera svo hann, sko. Já. Má ég fá bara lána pening? Viltu bara gefa mig pening? Nei. Svo líka Magnús, Hafliði og Jón Fannar og Alexander er í sanna líka. Þannig að það er gott og gaman. En svo erum við ekki komin með neina... Jú, Jói, það var búið að tala um það. Já, Jói... Við tölum ekki um það. Jói senni sem þjálfari. Og það er alltaf gaman, hann er flottur maður og allt það. En svo erum við ekki búin að gera neinn moves. En ég held að við byrjum alveg í ágúst að segja einhverja. Sem bara eftir hvað? Það er bara eftir nokkra daga. Það er gaman. Þannig... Við geta bara til Hollands. Það er Hollands. Holland eða Belgia? Þannig spennandi shit í ágúst. Já. Þú missa Björgvin til Skallagríms, hann fyrir bara heim að spila í Borgarnesi. Já. Það verður kannski bara gott fyrir þú. Já. Það var óvissa með Návar og Ívan. Og Easy. Já, það er alveg... Það ég ekki að segja. Nei. En með Jóhann. Hann náttúrulega er kannski bara fínt að hann sé komin aftur, því að hann er náttúrulega... Hann er skemmtikraftur, mér fannst það samt svona... Alltaf bæta sig, þetta er rólega sem þjálfari. Hann er mjög góð þjálfari, sko. Hann er sko líka... Sérstaklega mútið Val. Þegar við gettum mútið Val, þá var hann mjög góður. Það var hann aðal þjálfarinn. Hann er líka bara, hann lætur litla bróður alveg heyra það, sko. Já, hann er ekki feiminn. Hann er ekki að gera það sem hann er að gera, sko. Já. Hann er líka bara, þetta er svona gæi sem er bara svona... Hann er mjög, ég held að þetta sé sennilega eitt sá hreinskilnasti maður í deildinni, sko. Og hann þorir að segja alveg hvað hann þolir alveg að hafa ekki hljóð, sko. Já. Það segir bara hlutin eins og þeir eru, sko. Já, það er alveg satt. Hann er ekkert eins og sumir þjálfarar sem að, svona, bakka út einhverju eins og eitthvað vesen í gangi, bara reyna bara svona eitthvað sem að flýja það. Hann bara stekkur inn skilurinn í eldin og reyna að bjarga einhver út í skilurinn. Já. Hann reyna að fixa í staðin fyrir að svona setja meira bensin að eld. Já, erum við komið á næsta liði? Klukkan er sko orðin 1. Já. Hálf... ég kann ekki eins og lesa úr lengur, sko. Ekki gráta. Við... Ættu kannski að nefna að við erum að fara í skemmtilegar á morgun. Já. Þannig... Og ég þarf að taka gym. Ég er búin að vera duglegur og þetta gymið.
En KR er ekki númer 2 fara yfir listan minn. Já. Ég er búinn að vera að halda á síman, en nú finnst mér að ég ætti að fá smá. Sem sagt, það eru 2 múf. Það er Dagur Kár. Það er búið. Já. Það er búið. Dagur Kár Jónsson. En, Hann var að koma heim út af hjartavesinni. já, en það er búið. Er búið þetta það? Það hittiði mig ekki hjartavesinni, það er búið. Nei, þetta er eitthvað frendfólk, hann þekkir einhvern í fjölskyldum eða eitthvað. Ég veit ekki, sko, ég frétti þetta bara. En Jordan Semple. Rökkur, það er risastórt. Semple, eins og maður segir, eins og með frönskum hrein. Frakkarnir segja það. Ég ætla að hunsa þetta. Þú hunsar mjög mikið sem ég segja. Þú hunsar allt, sko. Allt sem ég segi, það hunsar þú bara. En Við erum mjög góðar og hlustar á þannig með pæli í bílum. Ekki Rökkvi. Ef við veitum skoða grúpu chat Rökkvi er ekki með svo öfugt. Svo er ég Já, ég byrjar að gera þetta því að þú byrjar að gera þetta. En ég held að þetta getur verið frábært fyrir KR að fá Jordan Semple. Þetta verður ógeðslega skemmtilegt. Já, Þorvaldur Orri nú bæta sér töluvert. En ég hérna veit eitthvað með Brilla bíða. Nei, ekki neitt. Alls ekki neitt. Og Breiðablik, það er sem sagt, það eru 2 erlendi leikmenn komnir. Já, og svo er náttúrulega með skipuna Daniel og Thomas. Clayton Riggs var hérna. Hvenær gerist? Já, djók sem var í þetta. Já, hann var í hrunamönnum. En þetta var að backa upp fyrir Everett eða hennar fyrir byrjunarlið. Ég trú ekki hann fyrir byrjunarlið. Samt flott spilvari. Hann er kanni, sko. Mér minnið það. Já, ok. Hann sé kaninn, sko. Hann er mjög, ég held að það sé líklegt að hann og Everett spila saman inn á. Ég stöður þetta þá, ég var að sorry. Hann var eftir að saman, kannski er hann bara, þú veist, bara svona allt í lagi bara í léluleikann. Ekki léluleik, við erum hrunamenn. En hann er svolítið munir að fara úr fyrstu deitt upp í úrvarsdeild. Það er alveg mikill þröskuldur, sko. Já, og sérstaklega fyrir svona leikmann. Hann er lágvaxinn gæði sem skorar. Svona, Einmitt það sem Everett skerar. Já, en það er náttúrulega bara, ég held að Breiðablik taka bara vel á móti þannig leikstíl. Já, ef ég var í Bliki þá hefði ég miklar áhyggjur fyrir utan að fengu